Komið sæl og velkomin í hlaðfréttir, Edda Sif Pálsdóttir, hjartanlega velkomin til okkar. Takk fyrir það. Ég glöð. Ég mjög glöð. Já, það gott að heyra. Já, mjög glöð. Ef að byrja að smaka þetta súkkulaði, Benni, hérna frá Nóa. Nei, gerum við eftir. Eftir? Eða núna? Opnum þetta. Já, opnum þetta. Ertu búin að smaka þetta, Edda? Við erum með herran Hnetusmið súkkulaði, við erum með Sólrunu Diego súkkulaði og svo erum við með Doktorfútból. Já, Doktorfútból súkkulaði. Ég er búin að smaka það. Ekki hinn. Það var ekki opnað það. Fólk er svolítið hrifið af Doktorfútból súkkulaðinu, sko. Já, allavega í kringum mig, svo kannski. Já, sonur minn, hann elskar herran Hnetusmið súkkulaði, en ég held að segja bara að hann elskar herran Hnetusmið, sko. Já. En þú varst í ræktinni og svona. Þetta er gaman að bora súkkulaði eftir ræktina. Já. Það er alveg búið. Já. Hvað er svona uppáhaldsnammið þetta? Ég held ég viti það ekki, bara svo í lífinu. En okkur eftir að vita það. Ég hef bara búin að þekkja hann lengi, eða veist. Já, aldrei talað um nammi. Nei, ég hef ekki, eða kósikvöld bara hjá okkur. Já. Hvað kaupir þau? Það er alltaf eitthvað með lakkrís. Já, einmitt. Súkkulaði með lakkrís, þú veist. En hvað annaði með lakkrís? Kúlusúkk. Það má kannski ekki nefna. Jú. Já. Bara okkur finnst það viðbjöður. Já. Nei, þú veist, nóakropp líka, klassist. Já. Það er eitthvað svona sem er alltaf til heima. Já, en svona hreitt lakkrís, bara lakkrís. Já, mér finnst það líka gott. Já, og stundum kaupi ég lakkrís, rullu og vefinu utan lindubuff. Það er ógeðslega gott. Já. Mjög svínslegt, ég veit. Já, ég bara... En þetta er líka eitthvað með, ég var alltaf verið með ótrúlega lágan blóðþrýsting. Og ég hef alveg fengið að heyra að, þú veist, það bara, fólk með lágan blóðþrýsting fær bara meira kikk út úr lakkrís heldur en venjulegt fólk. Og svo að, já, og ef þú má háan, þá átt að forðast lakkrís. Hvað gerist þegar þú borðar lakkrís það bara? Finnst það bara svo ógeðslega góður. Bara, hvað gott. Já, ferðu svona smá hæ. Það kemur, þetta er eitthvað svona, þú veist. Eitthvað kýl. Já. Ég tengi, en ég finnst bara svona, þegar ég borða mikið nammi, fer ég svona læsta hliðarlegu og fær nammistingin. Já. Sem mér finnst góður, sko. Já. En á sama tíma og vandur. En sofnið ekki stundum? Út frá nammi? Já. Jú, svona maður verður þreyttur, jú. Ég lendi stundum og með aldrinum, þú veist, eins og það er bara laugardagur og við erum bara, bara förum og kaupum okkur eitthvað fullt af einhverju dóti og eitthvað, þú veist, leggjumst og horfum á eitthvað og svo er ég allir bara rótuð. Skúff einhver í mig. Og svo bara vaknaði kannski klukkan 1 og er bara Nei, ég hef ekki lendið í og svona nammi þinga. Jú, það þekki Benni tengi við það, sko. Ég er ekki mikill nammi. En það er þegar maður er að hakka í sig vel fyrir svefn, sko. Já, það kannski ekki sniðugt. Eins og í gær, við vorum að skemmta okkur hans í gær því hann til ammæli, við komum honum óvart sem hann vildi ekki. Nei, ég bað ekki um það, en það gerist. Og auðvitað var það gaman. Ég var mjög glaður, það var gaman að hitta vinni sína, auðvitað. Maður hittir það svo sjaldan. Það er líka svo fallegt þegar það er að koma svo einhverjum á óvart. Ég fæ alltaf svona alveg. Já. En verðið ekki stressu þegar þið eru partur af hópnum sem er að koma einhverjum á óvart, eins og í svona baby showers og svona. Já, jú. Það er svona inn í einhver húsi og svo kemur hún og Já. Það er eitthvað óþægilegt þess aðstæður, sko. Já, og er þetta ekki líka svona í gæsunum og stekkjunum? Það er alltaf leyni. Já. Viðkomandi veit ekki. Búið að gæsa þig það? Nei. En það er búið að halda fyrir mig baby shower. Já, hvernig fannst þér það? Það var eiginlega smá fyndið að þetta er allt mjög casualt. Það var sem sagt á þarna Seko pizza. Já. Og ég var bara leiðin að þanga að borða með Gunnavinum mínum. Já. Og þannig að ég mætti þanga bara og var eitthvað, svona pizza og eitthvað. Og svo voru þær allar þar og þannig að ég verði lítil í mér. Já. Varstu að gráta? Táraðist svona, held ég. Já, svona falleg tára. Já. En mér finnst samt óþægilegt að vera svona center of attention. Svolítið. Já, við tengjumst örugglega öll þar, sko. Af því að þér finnst óþægilegt að það sé að gera úr ammælinu. Allir sé eitthvað koma til þín að því þú átt ammæli. Nei, Jú, þú sagðir það í gær. Já. Það er gaman eftir á það ekki. Svona eitthvað á meðan að fyrirfram þá ertu eitthvað, nei, ekki gera þetta. Mér þetta óþægilegt að halda svona venjulegt brúðkaup, þar sem að ég væri brúðgumminn. Allir var að horfa á mig og Jannina eitthvað svona. Mér þetta það óþægilegt, sko. En eitthvað svona 7 manna ammæli, það er alltaf góður, sko. Já, meinar svona ef þú stæðir í kirkjunni með Svenna svona heilsa, það væri ekkert eðlilega fyndið. Já, það væri fyndið. Meira bara svona veislan, þið vitið. Já, allir að tala um þig. Já, ræður mig og völu og ruggur og skála, eitthvað svona. En við erum svona á þeim aldrei að nú er ég fann að hugsa þetta alltaf þegar ég fyrir brúðkaup bara, hvað myndi eitthvað segja um mig og eitthvað vill alveg löður sveittur að einhvern veginn með pappa sínum og skrýta eitthvað ímynd sér svo aðstæð. En alltaf gaman í brúðkaupum sem gestur. Já, það er bara skemmtilegast sem maður gerir, sko.
Pabbi þinn væri með negluræðu, ég hef ekki ágjur á hann. Já, reyndar. Væri hann fyndinn eða? Myndi hann skjóta þig? Já, hann myndi alltaf gera það. Láta það heyra það? Já. Og vilja svona bara? Það hefur ekki komið það tilefni án þess að hann ná einhvern veginn að tala um einhverja bresti í mínu persónuleika eða eitthvað sem ég gerði hjá lítil eða eitthvað. En þegar þú varst yngri og bara varst að fermast eða útskrifast úr einhverju, hélt hann þá alltaf ræður? Já. Og voru það svona að finna það? Já. Skammaðstu þín svona, pabbi? Nei, en þetta er samt svona pínu óþægilegt bara eins og vorum að tala um eitthvað svona, hvað fara að segja næst og eitthvað, og svo kannski upplýði hann eitthvað öðruvísi heldur en ég, fyrir að tala um eitthvað og ég tengdi bara ekkert við það sem hann var að segja og eitthvað skrítið. Hann var náttúrulega yfirmaðurinn okkar. Já. Er hann ekki besti yfirmaður sem við haft hann? Besti útastjóri sem við minnum fyrir. Er að segja þetta bara því? Nei, ég hef sagt það líka, nei, ég alveg, hann var svo hreinskilinn. Já, hann er það. Sagði bara sem hann fannst, sagði bara já og nei. Já, maður vissi hvað maður hafði það, já. Ég fílaði það. Það var ekki svona loðin svör eitthvað, já, kannski komið aftur, það var bara, nei, ég fylgdi ekki. Næsta, þið með ekki gera þetta? Ok. Hann var ekki hrifinn að við farum að leika í auglýsingum. Nei. Sem mátti alveg, sem verktaki á RÚV, máttur það alveg, en fengum eitthvað tilboð og okkur langaði að gera þetta, bara nýbyrjaðir í hraðfréttum og eitthvað, en hann bara, nei. Hann bannaði okkur og við hlustuðum á hann. En samt er ég þakklátur. Af hverju? Veit það ekki, bara að við erum ekki einhverjum auglýsingum alltaf á eitthvað. Já, en það fælst líka smá ást í þessu, þannig að segja svona eitthvað þið eru hérna okkar. Já, einmitt, jú, pössum upp á okkur, ekki vera einhverja auglýsingafígurur, kannski. Veit það ekki? Nei. Já. En að hækka aðeins launin í staðinn. Þetta var... það? Já, flott. Við settum hnefann í borðið. Já, gott hjá. Já, brjálaðir. Þá erum við bara að fá hærri laun að það. 24 ára. Já, 50 skall, ok, flott. En ég man líka alltaf, ég segi þetta held ég alltaf við Benna þegar ég hitt hann. Þegar við hittumst á þjóðatíð, fyrir svona 20 árum síðan. Og þeir langaði svo að koma inn á RÚV. Já, einmitt. Og þú varst eitthvað, við ekki talað hérna eitthvað, páfa hérna eitthvað. Ég er bara til að koma að þrífa eða eitthvað, hvað sem er. Einhvern veginn bara, ég man þetta alltaf. Já, þá varst þú byrjuð að vinna þar. Já, mæntalega. Eitthvað byrjuð. Ég var, þú veist, ég var eitthvað að vinna á safnadeildinni eða sölddeildinni. Já, ekki í sjónvarpinu. Nei. Já, ég meina, ég hef sagt áður að mér langaði alltaf að vinna í kastljósinu af því mér fannst Þórhallur svo kúl. Já, saman mig. Það var Ragnhildur Steinunn geggjuð og bara allir. Kastljósið er ennþá til, eða ekki? Jú. Já, í annari mynd samt svona. Já. Það fer alltaf í hringi, svo verður það aftur inn svo það var fyrir Já, en kannski minna áhorf, fara minna fyrir kastljósinu, eða er ég kannski bara ekki að horfa á það? Það var svo stóð það er bara partur af fréttasettinu, skilur núna. Já. En það var náttúrulega risa þáttur. Það er ekki kannski jafn mikið svona augnablik og eða maður horfði bara alltaf bara hvað er í kastljósinu í kvöld, en þetta er auðvitað bara partur af því að þú ert búin að sjá þetta við daginn og bara þetta allt, eða ekki? Jú, ég held að, jú. Það er það, sko. Svo líka bættist Kveikur við, þannig að það er kannski það sem er svona eldfimara einhvern veginn og Helgi Seljan og það. Já, Helgi kemur alltaf aftur með einhverja neglur, sko. Hefur þið aldrei langað að vera svona þannig fréttamaður? Nei. Eftir ekki. Amma spyr mig alltaf reglulega þessu, hvenær ég ætla að fara að vera, þú veist, alvöru fréttamaður. Og nei. Það var ekki komið. Mér finnst eitthvað að það er eitthvað svo alvarlegt, mér finnst núna eins og ég sé að svindla á lífinu. Þú veist, ég bara að gera það sem er skemmtilegt. Það er ekkert eitthvað svona, þú veist, átakanlegt eða erfitt, þannig séð, eitthvað svona verður þess að ég fyrir heim og bara eitthvað líður ógeðslega illa, þú veist, þetta er bara eitthvað, fótboltaleikir og í landanum er bara að hitta fólk sem er að gera eitthvað skemmtilegt, þú veist, það er allt svona á jákvæðum nótum og mér finnst það svo mikið lífsgæði. Algjörlega. Þannig að ég einhvern veginn sitja fyrir einhverju manni og var eitthvað, hvað ertu búin að gera henni í 10 ár og svika rappur? Eitthvað svona kvíðavaldandi og ég horfi á þetta allt, sko, og er mjög mikið áhuga á þessu þannig. En ég er alltaf einhvern veginn voða fegin að reynda stundum verður þetta skrítið. Það er eitthvað svona alvarleg mál í gangi sem eru bara í fréttunum og kastljósinu og það er allir bara, þú veist, ég veit það ekki, eitthvað, ég man eftir þegar voru þarna árásinnar í Noregi, þú veist, og eitthvað svona alvöru dæmi sem fólk er að spá í og svo kem ég eitthvað svona, það er eitthvað svona. En á sama tíma er ég samt líka þakklátt fyrir það, sko. Já, þetta var nú þegar við vorum með hraðfréttir í kastljósinu, þá var stundu bara eitthvað hræðilegt mál í gangi þar sem Þóra Arnórs var að tala um eitthvað við eitthvað. En svo nú skulum við fara í hraðfréttir. Já. Það var rosalega uppbeygja. Koma þessi trúðartveir eitthvað neginn. Já. Það var stundum gagnrýnt, sko. Já. Man einu hræðilegu máli og svo var einmitt þáttur með okkur. Það var alltaf grín í þættinu svolítið líkt málinu. Ég man ekki alveg hvað það var. Já, sem við vissum ekkert af. Nei, við tengdum ekkert við það, en fólk tengdi það eitthvað saman og var eitthvað svona ringdi, brjálað, sko. Það er skrítið, sko. Já, það er það, sko. En þú veist,
Allt í lagi svo. En þú ert í HM núna eitthvað? Já, er það ekki bara gaman? Vistu það ekki það? Jú, mér finnst þú bara alltaf verið í sjónvarpinu, þannig að ég tengi bara við allt sem er á RÚV. Já. Það er ógeðslega gaman, jú. Já, eða ekki? Jú. Já. Þetta er skemmtilegt mót. Þetta er mjög skemmtilegt mót. Þetta er skemmtilegt fólk sem mögur. Þetta er einmitt annað einhvern veginn talandi um að svindla á lífinu. Þú veist, ég er eitthvað, nei, heyrðu, því miður, ég er að vinna til 11. Já. Og ég sit bara einhver staðar með Eiðismára og einhverju liði og við erum bara að borða súkkulaði og fara á fótbolta. En þið þurfa að gaggrina leikina og vera með eitthvað poti, hann er lélur þessi. Það þarf alveg að halda utanum, þú veist, einhvern veginn og setja upp hvernig það ætti að vera og það, en það er samt bara gaman, það er ekkert svona alvarlegt. Ég er í vinnunni. Já, ég þarf að senda hann 12 póst og eitthvað. Nei, þetta er meira bara eitthvað svona halda utanum þetta og svo eru þau náttúrulega aðal, þú veist, sérfræðingarnir þurfa einhvern veginn meira að reyna að spyrja þau réttu spurningana og hafa gaman og eitthvað og svo einhvern veginn sjá þau kannski svona. En gætur þú farið inn í bara umfyllunum leik sem þú væri ekki búin að sjá? Nei. Bara með því að svona vinga einhvern veginn. Jú, það er auðvitað hægt. Já. En þá er ég samt stressuð, þú veist. Man líður vel einhvern veginn þegar maður veit að og ég horfi ekkert á alla næturleikina frá upphafi til enda, sko. Maður spólar í gegnum þá og tjekkar svona, svo sér maður alveg sumir kannski skipta minna máli og þá tölum við bara minna þá og meira eitthvað annað og svo þetta alltaf inn svona sögur, þú veist eitthvað, nú Neymar mættur og hann fór að gráta og Þetta er rosalega skemmtilegt mót, svo far. Ótrúlega skemmtilegt mót. En eru næturleikinnir bara spilaðir í Mexíkó, eða? Nei. Af því minnst ég bara búin að sjá leiki í Bandaríkjunum. Nei, það er bara talað miklu meira Bandaríkin eitthvað. Ég minnst allir leikir vera einhvern veginn í Texas. Nei. Ég er samt búin að horfa fullt af leikjum, sko. Já, Vancouver hefur ekki tekið til því. Jú, getur verið. Já. En ég hef ekki náð leik með til dæmis mínu liði Kólumbíu. Allir kólumbísku leikinir hafa verið einhvern veginn nótt. Já, þeir voru. Það tilviljun er að því að það er suður-amerískt lið og þeir spila meira þar. Eða? Nei, þetta er bara eitthvað. En það er náttúrulega flestir leikir í Bandaríkjunum samt. Já, það er þannig? Já. Ok. Og verður svo lokaleikurinn í New Jersey, ok. En fannst ykkur, ég fyndi samt að þetta fór á stað og voru 3 opnuleikir, 3 opnarhátíðar og þetta allt. Ég man ekki því. Jú, það var Michael Bublé var í hann í Kanada. Já. Svo bara, nei, ekki Rihanna, hinn, Shakira. Og svo hvað var í Mexíkó? Eitthvað, jú, býtu, Enrique Iglesias, nei, Blindi, hvað heitir hann? Blindi, Ray Charles, nei, hann er dáinn. Stevie Wonder. Býtu, nei. Ítalinn, óperusöngvarinn. Pavarotti. Andrea Bocelli. Já. En hvaða lið er svona líklegast núna, svona eftir þessar umferðir sem hafa verið núna? Er það Argentína eða er það Frakkar, Spánverjar? Já, þeir eru samt búin að vera smá svona slippin. Eða? Já, ekki svona, Þjóðverjar? Þeir líka svona, fólki finnst þeir ekkert eitthvað fullkomlega samfærandi. Nei, mér finnst mótið svo far svolítið búið að snúast Messi og Ronaldo, en það er kannski því ég er með 9 ára stráku heimilinu sem er mjög upptekinn af þeim. Já. Er það vitlaust metið hjá mér? Alls ekki, sko. Nei. Og Holland og þessar stjörnur er alveg það er líka sem svona skemmtilegt við þetta mót. Við erum bæði með svona, þú veist, gæina sem við þekkjum ekki og svona skrýtnu sögurnar og þú veist, markverði frá Grænhöfðaeyjum og Kúrasá og einhver svona típur sem er einhvern veginn búin að svona sjarmera mann. En svo eru stjörnurnar líka búin að skila sínu einhvern veginn. Skora fullt og kom með svona klemmuna þar á milli og svona margt í gangi einhvern veginn. Ég var glaður þegar Ronaldo skoraði. Ég varst það svona meðvirkum með honum og fegin. Ég geðveitt meðvirkum með honum að það gangi vel. Er það? Já. Hann er svona maður sem ég hef aldrei haft sympatíu fyrir. Nei, ég skil það, sko. Þetta er ekki United? Nei, ok. Hvað ertu? Chelsea og Barcelona. Fyrir Eiðismára, þar maður alltaf að segja. Já. Fólk annarkvæmt hatar eða elskar Ronaldo, en mér finnst allir elska Messi. Mér finnst enginn hata Messi. Hörðustu Ronaldo-gæðarnir samt svona finnst Messi vera. Það er líka hægt, hann er svo næs eitthvað. Já, ég veit það. En hata með Messi. Hafið hitt hann tala? Já. Sko hann er ekki eðlilega, en alltaf kann ekki ensku. Mér finnst svo skrítið. Ákveður getur hann ekki drullast til að læra ensku? Bara upp á gannið, skilur við. Hann lítur að læra hana núna, er hann ekki spilingst þar í Ameríku? Hann talar ekki neina ensku. Ekki smá? Er hann ekki eitthvað yes, no, cat, dog eitthvað? Nei, ég var að reyna að finna bara Messi speaking English. En hann hefur spilað alla það ekki æfina bara í Barcelona. Hann var bara alltaf í Barcelona og svo núna í Ameríku. Já. PSG. Hann hefur aldrei spilað í ensku deildinni eða... Nei. Bara frönsku. Frönsku? Já. Já, fór þangað. Já. En er Holland, þú veist, jafn góður og þessir gaurar þegar þeir voru á hans aldrei að skilja ykkur að fara? Er Holland bara drullu góður? Er hann bara
stjarna. Já, en það samt svona öðru vísi einhvern veginn. Já, maður veit ekki alveg með hann, sko. Hann ekki með þetta svona þessa áru eins og þeir voru með einhvern veginn alltaf að vera bara einhvern veginn bestur í heimi. En hann svona alveg vél, hann svo eitthvað stór og eitthvað. En það Haaland og hver svona með honum hans kynslóð, svona Haaland og gang? Hvað ára hann fættur? Ég veit það ekki. Haalandin, hann samt ekki alveg nálægt Mbappé eða? Aldrei það? Það syngri, kannski? Jú, það ekki, já. Það eitthvað svoleiðis fann. Hvað þetta spænski leikmaðurinn? Jamal, hann mjög ungur. Hann yngri. Helvít ungur. Já. Ég ætla hann að finna hann helvítis Messi tala. Sko, Haaland fættur 2000. Congratulations. I don't think we could have scripted any better. better. Messi á ensku eða? Through what this moment svarar á was like spænsku. for you and what you saw before that free kick. Bueno, vi el arco, ¿no? Intentar de convertir, sabía que era la última jugada. Esperaba poder convertir para no ir. Ekki núna, þetta var í fyrra eða eitthvað. En hvernig talar það allir Eiður Smári við Messi þegar þeir hitta? Á spænsku? Já, þetta Eiður talar spænsku. Já. Eiður Smári. Katalónsku kannski. Munum við einhvern tímann eignast leikmann eins og Eiður Smára? Ég held ekki. Nei, hann vann hann ekki bara meistaratildina með Barcelona. Ég held að fólk gleymi stundum af því nú erum við svo vön því að bara einhvern veginn að hitta hann í bónus og eitthvað og vita hvað hann er og eitthvað svona. Býr í göðunum minni? Einmitt. Já. Að bara við gleymum hversu mikil stórstjarna hann er, sko. Það er bara Björk Guðmundsdóttir og svo Eiður Smári. Já. Ángríns. Eða ekki Laufey? Ég veit ekki, fótboltinn er svo stór, sko. Eiginlega stærri en tónlistin hennar Laufeyjar, held ég, akkurat núna. Já, ég myndi setja Eiður Smára á Römbluna og Laufeyju. Já, það myndi allir vasast í Eiði, eða ekki? Jú, við er svona nísfræg, eða skilji, hún er svona tónlist sem ekkert allir hlusta á. En fótbolti er bara svo aðgengilegur, sko. Já. En hann spilaði bara með Messi, þú veist, og þessum görum, bara í liði. Já. Són minn fattaði daginn og þeir mættu fyrir utan heimja honum svona 20 strákar að byggja einadarutun. Ég bara, oh my god. Það hjá Eiður Smára? Fenguður hana? Hjá Eiður Smára, já. Já. Hann sagði, eru þið með penna? Þeir hlupið tilbaka, náði penna. Og hann gerði það, hann áritaði allir treyðunar, sko. Það er líka það, hann er svo ógeðslega lækabúl. Já. Og veit mikið um fótbolta. Já, og veit mikið um fótbolta, væntanlega. Veit ótrúlega mikið. Já. Og maður sér það bara, af því að núna er hann í svona nýju hlutverki, þú veist, hann har aldrei verið að lýsa áður, hann er alltaf með einhverjum að lýsa og bara dýftin í kunnáttunni og bara einhvern veginn reynslunni og allir sem hann er búin að gera og allir sem hann er búin að spila með og allt þetta. Það er bara á einhverju stíi sem að, þú veist, engin annar er á, sko. Já, ég er sammála, sko. Hann er frábær, sko. Hann hefur líka fengið mikið hrós fyrir sína framistöðu í öllu þessu. Já, hann líka bara fyndinn og skemmtilegur. Já, Eiður Smári er bestur. Hann glóir. Hann glóir, hann gerir það. Já, hann er flott hárigræslan hans, Eiðs. Mjög vel hefnuð. Já, mjög. Já. Þú erum að skoða mynd, nú er ég alltaf að fá svona minningar frá því að háum í Rússlandi fyrir 8 árum. Og hann var þar líka með okkur. Með minna hár. Það er eini sem er betur hærður í dag heldur en fyrir 8 árum. Það eru 8 ár síðan að HM í Rússlandi var. Jesus, þá 10 ár síðan að var 10 ár síðan var EM. Rosalegt, sko. Vá, maður. Já, það var bara EM 2016 og svo HM 2018. Og það var þar sem að Hannes varði frá Messi. Já. Það var moment. Finnst ykkur við hafa fattað þá hvað við vorum að upplifa? Ég held að þjóðin hafa sprungið á stemmingunni eftir EM, svo kom HM svona fór aðeins framhjá mér einhvern veginn. Það er fáránlegt að segja þetta. Já. Að því ég var svo all-in á EM, fór bara 3 leiki og út til Parísar og svona. Já, það var svona fjarlægar einhvern veginn eða þú varst hér. Og voru ekki bara færri leiki. Þú varst ekki að skella þér einhvern veginn til Volgograd, þú veist þetta var vesen. Nei, en fullt af fólki fór. Já. Þetta var ekki, þú bjóst ekki til sumafrí úr þessu, sko. Nei. Og þú þurftir að fá einhverju svona áritun, svona vegabréfsáritun og eitthvað svona. Þú fórst sem blaðamaður til hérna Rússlands. Var þetta áhugavert? Eða var þetta, hvernig var þetta? Sá maður eitthvað svona fátækt og eitthvað vesen? Já, maður fann samt alveg að það var búið að svona bólstraðins umhverfið, skilur. Þú veist, rúturnar keyrðu bara með okkur þar sem að, þú veist, voru kannski ekki einhverjir að þetta var búið að vera mjög umdeilt. Að HM væri þarna? Já, allt með hérna, þú veist að það var eitthvað fólk látið flytja til að byggja einhverja velli og þú veist að bankinni að reki í burtu frá, þú veist og bara eitthvað alls konar svona eins og hefur verið, var líka í Katar og bara, þú veist, einhvern veginn Rússland og eitthvað og ég hef aldrei komið þangað áður heldur. En varstu smeyk eitthvað svona í Rússlandi? Nei, ekki þannig sko, af því að þú dettur smá inn í bara þetta svona FIFA
einhvern veginn bara, alveg sama hvar þessi mót eru, þá svona fattar ekki þá kona sem bara var alltaf með okkur, þú veist, túlkur einhvern veginn, og bara rútan kemur og sækir okkur á þessum tíma á þetta einhvern veginn fjölmiðla hótel og keyrir með okkur á völlin, en það var náttúrulega bras, þú veist, þú erum að fljúga í leiki þú veist, fljúga aftur tilbaka, aftur innan smábæ þar sem við vorum með svona beysið okkar Ef þeir fyrir útilegu helgina þá mæli ég með Weber ferðagrillinu. Ég grillaði á því seinustu helgi og þetta algjör snild. Weber ferðagrillin. Fannar ég spyrir, hver eru bestu sjónvarpin? Samsung. Samsung? Er það ekki getinn í leiknum með? Alltaf. Já. Hvaða stærð myndir þú fá þér af Samsung sjónvarpið eða þurftir að fá þér akkurat núna? 55 tómur. Ekki stærra? Nei. Það þarf ekki stærra? Nei. Svo er ég búið HHÍ, Happdrætti Háskóla Íslands og við minnum bara á aðal útdráttinn. Það er náttúrulega einn af stóru punktunum. Það eiga fleiri möguleika á því að vinna. Eða 3000 manns geta unnið í hverju mánuði. Hugsaðu þér. Það rosalegt. Og við náttúrulega skildum ekki orð, skilur við, og við ætlum að reyna að fara að fá okkur að borða og eitthvað. Það bara, við erum alltaf með hérna... Translate. Já. Og bara við þurftum að kaupa okkur sjampó, þú veist, það var vesen. Bara eitthvað svona... Því að það er allt bara á rússnesku, þú veist, það er bara L'Oreal er bara, heitir bara eitthvað, þú veist, og maður bara þetta sjampó, þetta næring, þú veist, og bara einhvern veginn, alveg svona hlutir sem maður bara... Taldu sjampó, ég veit ég að fara í aðra umræðu, það er smá þessu tengt, að ég var eitthvað, sá á netinu eitthvað svona, á hótelherbyggjum, hvað átt þú að forðast á hótelherbyggjum? Þú átt að forðast að nota þetta sjampó sem í boði, sem áfyllingarsjampóið, að það er svo mikið af bakteríum. Þetta er ekki þrifið, það er bara sturtað. Það var líka bara einhver sem tók sturt, eða fór í sturt í morgun áður en hann tekkaði þessu út, þú veist, það var bara einhver ber sem var bara, og svo bara kemur þú bara, ég er alltaf með síklafóbíu, sko, þannig að ég hugsa mjög mikið um svo hluti. Alveg sama, sko. Býtu, svo er annað. Alveg sama? Alveg sama, sko. Já, svo áttu ekki að nota hraðsuketilinn. Akkurri? Því það eru dæmi, eða fólk á til að þrífa sokkana sína í þessu. Eins og þið gerðu þetta í hitapottunum og eitthvað. Býtu? Það er ógeðslega Var ég að þrífa svo? Var þið ekki einhver sumbústað eitthvað? Jú, það var leirtau. Já. Hvað leirtau? Einhvern tíðan í Vestló voru leiðið einhvern sumbústað, bekkurinn, og morgunin eftir vöknum bara allt í drasli, þá fór einn í pottinn og við hendum leirtauginu von í pottinn með honum og hann skrúpaði með heitavatnspott vatninu og rétt einum og svo þurrka og þetta er náttúrulega fáránlegt traust sem þú ert að sína fólki með að mæta bara inn í einhverjum svona aðstæðu, hvort það var sumumbústaðar á hótelherbyggi eitthvað. Þú veist ekkert hvað gerðist það bara áðan. En þó að einhver hafi verið að sjampóa sig undan þér, það gerist ekkert. Hvað heldur að gerist? Það er bara mikið að sýklum í Við erum að tala um áfyllingar sjampó. Jú, hann fer í það, skilur, svo fer hann bara að skrúbba sér rassin og fara hann að sér meira, þú veist, og maður eitthvað og fara eitthvað rassasjúkdóm með það? Kannski. Hráðamör. Mér finnst ketillinn frekar svona, myndi aldrei gera þetta. Nei. Af því að þetta er bandalega einhverja sem er bara meitt sokkapar, þar nýtt, en okkur fer ekki með því sturtuna frekar. Ég skil ekki að vera að tróða þessu þarna núni. En það ertu samt alltaf með, þú veist, þú ert alltaf að sjóða þetta og þar með svona sterilisera þetta svolítið. Jú, í raun og veru. En svo handrið í rútum og svona, finnst þið það og ert alltaf með spritbrúsan þú ert í útlöndum? Já, í útlöndum, ég er bara með töskun minn núna. Núna? Já. Bara hér heima? Alltaf sprittaði þú ferð hér? Já, örugglega. Ég veit ekki alveg hvað þetta sé eitthvað sem varð verra mögulega í COVID. Já. Eða, jú, mér finnst það líklegt, að ég er svona meira að spá í þetta, svona eitthvað. En verður oft veika? Ferður kláðamöður og eitthvað svona ógeð? Ég hef aldrei fengið reyndar kláðamöður, nei. En sko, reyndar partur af þessu mjög leðileg, leðileg saga. En svo að ég eignaðist líka barn hana í COVID, sem er með sko laskað ónæmiskerfi. Þannig þá varði ég alltaf svolítið meira eitthvað svona, hann var bara veikur ef við hittum fólk. Ég skil. Þú veist, og fekk bara 40 stig hita í 2 vikur. En ég held að það sé svolítið svona... Já, þá skil ég þetta mjög vel. Já, mögulega er það svona ástæðan fyrir því að ég er kannski svona mikla sýklafóbíu. Já. Þú ert nú svona Benni líka. Þú ert alltaf með spritbrófsa í hendunum þegar við fyrir út og svona. Já, ég er samt latari við það en ég var sko. En þú sérð spritt, farið þér ekki smá? Jú, mér finnst alltaf gott að sjá spritt og fá mér. Og tómir sprittgær þolið það ekki. Bara akkur með þetta að það er ekki spritt í þessu. Einmitt, það er góð punktur. En svona, til dæmis, ég kannski sækja á leikskólan, þá er ég meðvitað ekkert eitthvað að káa á öllu handriðinu, skilur. Nei. Þetta er geðvik. Mér finnst leikskólar, þá finnst mér bara ekki að lappa inn í bara gróðra stíu, bara, þú
það er allir bara beint úr leikskólafötunum og bara helst í bara sund eða eitthvað. Já, það er svolítið leikskóla líktinn og svona dótt sko. Og einhvern veginn allir að kákla, ég hugsa alltaf eitthvað, eru þau eitthvað að smúla þessa legokaupa milli þess sem að, þú veist, kláðamörinn og njálgurinn að ganga, eða eru við bara... Einmitt. En af hverju eins og njálgur og lús og svona, af hverju eiginlega bara í leikskólum? Af hverju kemur ekki upp lús bara á RÚV eða eitthvað? Þau eru svo mikið að kákla í öllu. Þau eru svo mikið ofan í öllu. Hvar þú veist, til að byrja með lúsin, þú veist, hvar er hún? Af hverju fá krakkar hann í hárið? Er hún bara í moldinni eða, hvað, ég skildi ekki. Alltaf miðsamt eftir hvað þetta er. Svo kemur hún bara í hárið. Þú komur svo faraldrar, lúsafaraldrar. Hafa börnin eitthvað fengið lús? Nei. Það er þurft að díla við lús? Nei. Það er hræðilegt, sko. Hvort er verra lús eða njálgur? Ég held eiginlega lúsin, sko. Af því að njálgurinn er bara tabla, skilur, þú serða það eiginlega ekkert, sko. Það er þetta að þrífa allt heima það sko. Sjóða allt og mér líka svo ógeðslegt svona dæmi sem kemur ljóslöngu seinna. Eitthvað svona, þú getur verið búin að bera þetta í 2 vikur og þá er kannski allir bara eitthvað sofa saman upp í rúminu og eitthvað og svo bara 2 vikum seinna þá bara njálgur og þá ertu bara við varum öll búin að vera einna sósast saman eitthvað. Ég held alltaf með njálginum að þyrfti að vera með vasaljós upp við rassin á barninu meðan svæfi og svo gríp í hann. Þú grípur ekki hann en þú getur séð hann þannig að það ekki. Já, þú ert ekki að taka hann og þá er hann laus við njálgin. Það er fullt af ormum, skilur, það er ekki bara einn. Bara 1.000.000 litlir ormar bara inn í þér. Ok, tölum eitthvað annað. Mér finnst þetta ógeðslegt, sko. Ég set línu hana. Ég vil ekki fá njálg inn á mitt heimili. Þetta er samt góð pæling með svo hvaðan kemur þetta. Því að daginn var eitthvað svona ganga á öðrum hvorum skólum sem strákarnir mínir í. Og maður var bara eitthvað, nú hefur einhver verið að gera eitthvað sem hann mátti ekki. Hvað var hann að gera? Veit ekki. En haldið þá bara lús sé alltaf til. Hún kom bara til landsins einhvern tímann, way back, hún er alltaf til og hoppa bara á milli fólks og deyr aldrei út. Það hlýtur að vera? Já. Hún hlýtur að vera einhverstaðar? Já, svo lifir hún eitthvað í einhverju húu eða eitthvað. Já. Nei, deyr hún ekki ef hún er í x tíma ekki á líkamann. Veistu, hún komin svona... Nei, svo flatlúsin, hún er bara útdauð. Það er ekki hægt að fá flatlús. Í heiminum? Dó út. Hvernig dó hún út? Það man ég ekki. Er ekki hægt að gera sama við lúsina? Jú. Hvernig dó hún út? Googla þetta, flatlúsin er útdauð. Já, ég trúi þér alveg, sko. Ég þarf ekki að... Nei, hún er að googla það. Við erum ofta að segja einhver algjörða þvæli. Já, það er ekki allt í lagi. En ég held að flatlúsin er útdauð, sko. Ætli þær séu bara náskildar eða er þetta bara eitthvað allt annað dæmi? Það heitir bara bæði lús. Þetta er ekki sama lúsin, sko. Nei, en þú veist, er þetta systurtegundir? Það hlýtur að vera. En mér er bara svo skrítið að önnur lúsin vill vera í skapahárum en hin í hárinu á þér. Akkur vill þú bara vera líka í hárinu á þér? Já, það er ekki eitthvað rakastig. Góð pæling. Flatlús er ekki útdauð, en hún er sjaldgæfari en áður. Ástæðu fyrir því eru meiri rakstur og vaks á kynhárum sem dregur úr og betri vitund kynheilbrigði og skjótari greining og meðferð. Þannig að hún er einhverstaðar flatlúsin að býða. Flatlúsin lifir. Býði eftir einhverjum. Já. Einhverjum loðunum. Einhverjum loðunum til að hoppa á. En hvað er svona, hvað finnst þér vera skemmtilegast að liða á HM? Bara svona, sem hefur svona komið mest á óvart, svona, vá, hvað þeir eru skemmtilegir. Góður andi í þeim og alltaf svo kurteisir og ganga frá eftir í Japan. Japanir er alltaf að taka svo til. Já, þeir er alltaf að taka til. Þeir eru svo mikil krútt. Algjörir. Þetta er svo mikil ægi. Þeir eru bara, og þú veist, þegar þeir vinna og gengur vel, þá er alltaf bara, þeir eru svo feignir. Þeir eru ekki glaðir, þetta er meira eitthvað svona, það gekk vel að hlýða. Já. Mér finnst alltaf gaman að sjá þá. Ég fór mynd og leik með þeim á HM í Katar. Og það var svona ógleymanlegt. Svo náttúrulega nossararnir er svona næstu því komnir yfir línuna að byrja að fyrir töðunar á mér Já, fyrir töðunar á mér. Já, svona eiginlega búin að stela húinu með þessu ródæmi samt einhvern veginn heldur maður með þeim bara þeir eru svona eins og við einhvern veginn og langt síðan þeir voru þarna og svona Sammála. Hollendingarnir mér þeir alltaf skemmtilegir en það er eitthvað svona uppalið í manni muni ekki hvað Holland var mikið dæmi þegar við vorum lítil og ég átti Ajax-búning og... Rétt. Já, einmitt. Akkur á það? Það var einhver leikmaður í hollenska landsliðinu sem maður held mikið upp á. Hver var það? Það var hann var með dredda. Edgar Davids. Hann með glerun? Hann með gláku eða eitthvað? Var hann með gláku? Já, þú veist, ég veit ekki alveg hvað gláka er nákvæmlega en það var eitthvað aðeins. Það var bara einhvern veginn fullt af svona skemmtilegum hollenskum og það er alltaf eitthvað svona. Arjen Robben. Snyder. En okkur er Kína ekki með að hafa? Þeir ekki fótbollalið það?
eða Indland það eru stórar þjóðir Kóru, já, líka því það er svo ógeðslega mörg lið ég fylgdast ekki mikið með Asíukeppnunum Indland leggur gríðarlega litla áherslu á fótbolta þeir eru bara í cricket já það er bara, þú veist ekkert svona indverska deildin jú. Mágur minn var að þjálfa þar þeir hljóta nú að eiga einhverja 11 leikmenn sem geta að spila fótbolta og keppt á HM hvað var hann að þjálfa á Indlandi? Var eitthvað veitu, ég skal halda hún að tala hvað liðið heitir þannig 2 stærstu þjóðir í heimi Indland og Kína sem er bara samtals eitthvað 2,5 milljarður ná ekki að punga út 22 leikmennum sem geta að spila fótbolta mér finnst það skrítið sko. Já, eða þú veist var bara ekki Eiður Smári til dæmis að spila fótbolta í Kína einhvern hann fótt í Kína já, það er rétt hann fór nú víðan East Bengal í indversku úrvalstildinni ok 2022 áhugavert og veistu eitthvað, varst það gaman og ég held að hann er svona ævintýri típa sko. Já, hann fannst alveg gaman að prófa en svo er fólk svolítið að ruggla saman þessum þjóðum Curaçao og hinni þjóðum Fílabeinsströndinni Kape Verde já, geta það verið við ruggluðum þessu saman í pottinum daginn já, við gerum það hvor þjóðin er bara eitthvað 100 ásmanns Curaçao og það er þeir voru að taka metið af okkur og það er landið sem er fyrir utan Venezuela nei, það er ekkert í Karabíska hafinu þetta er hollensk nýlenda já, er hún ekki rétt fyrir utan Venezuela? Jú, það ekki þetta er ofan Suður Ameríku, ekki? Og þetta er bara þjóð bara þjóð já, þetta er samt svona nýlendu stemmari þetta er í rauninni hollendingar eða svona þannig séð Holland á þetta já, þau eru með ég var myndir frá segju svona höfuborginni, þetta er svolítið svona hollenskt húsin eru svona hollensk eða svona allavega entransinn á höfninni rosalega landkynning fyrir svona þjóð að komast að HM geðveikt maður alltaf að tala um það Curaçao líka þegar vorum öll eitthvað hvernig er þetta búið fram? Curaçao Málfass ráðuneyturnir eru búinir að kveða upp sitt já þau létu nú okkur mikið vera Málfass ráðuneytar RÚV það er því ekki líka bara fínu íslensku Benni ég er svolítið lélugur hann beigir ekki nafn bassinn síns rétt það finnst mér reyndar gjörsamlega óþólandi já, konunni minn líka ég á safn af myndum í símanum mínum ég trú ekki að segja frá þessu nei, bara segja það bara fólk sem kann ekki að beigja nöfnbandana sína mér finnst það ekki í lagi ég segi bara dag, alltaf dagur hann heitir ekki Deig þetta er ekki flóki orð að beigja jú, fallböðu Deig dagur dag frá degi til dags hér er dagur dag frá dag til dags nei, hann heitir ekki Deig hann heitir dagur, ekki Deigur þetta er eins og það fólk að tala um Hallur þú veist, Hallsson eða Hallsson Hallsson, já Fannar Hallsson ég þarf alltaf að hugsa eitthvað Hallsson já, ég veit það ekki ég segi Hrafn Katli eða Hrafn Keli Kettils Katli en ertu svona orðin svona íslensku áhuga manneskja eftir vinnun á RÚV eða hefur alltaf verið svona ég er sko með B.A.gráðu í íslensku já, þá er ekkert skrítið þetta færi döðunar á þér sko en ég veit ekki hvort að sé það því það fer almennt ekkert í töðunar á mér þegar fólk er að tala einhvern veginn alls konar og mér finnst alltaf bara eiginlega skemmtilegra að fólk tali þú veist, bara íslensku saman hvernig það tala hana frekar heldur en þá að þú veist að sletta já, en svo finnst mér það líka alltaf lagi ég er engin einhver svona farsisti á þetta sko bara þetta með nöfnin finnst mér ekki lagi bara því þú veist að skýra barnið eftir svona nöfni tjekka er ekki hvernig það fallbyggist nei ég glemti því dóttir mín eiginlega ákvaða þetta bara já, það er endar líka bara mjög fallet nafn já, mjög fínt en eins og Frikki Dór, vinnur okkar hann verður alveg brjálaður þegar maður er með svona þágufallsíki og talar ekki rétt sko hann bara slæri mann sko það er líka góður íslensku þú líka fann að notar uppsilónið alveg furðulega sko bara já, ég er alltaf að skrifa og lesbliður hlæma því hvað er heimskur nei, ég hugsa alltaf sleppir maður ekki frekar bara uppsilónið og veist ekki hvort það er að vera eða ekki nei, maður finnist það bara einhvern veginn ég er bara lélugur í stafsendingu sko alltaf verið sko það sé alltaf smink með uppsilóni nei já, þetta er svo það er basic skrítið orð til að setja uppsilón mér finnst einhvern veginn að eigi að vera uppsilón í smink ég veit ekki af hverju ég veit það ekki, mér finnst það bara svona en uppsilón tengist alltaf einhverju svona þú veist, það er eitthvað orð sem er tengt sem er með já, smur, smink smink er potið danst þú veist,
ég skal sminka dig, skilu. Það bóttið danst. Því að sminka ekki íslenskt orð. Nei, já. Er þið alltaf sminkuð í útsendingum með það? Já. Ég þóli það ekki. Ég reyna að komast hjá þessu sminki svo ég get, sko. Já. Finnst þér ekkert pirrandi? Eða kannski öðru sér að vera kona með sminka það? Það er pirrandi stundu hvað fyrir mikil tími í það. Því við erum kannski bara á sömu dagskrá og strákarnir, svo bara festumst við einhvers staðar í 50 mínútur eða eitthvað, meðan þeir hafa meiri tíma til að kannski græja eitthvað, en á sama tíma finnst mér líka ótrúlega notalegt. Þú færið alltaf eitthvað svona þína stund til að vera bara með stelpunum einhvern veginn og svona núlstilla því aðeins að þú múst að fara að gera eitthvað. Já, Jóhanna veit eins og hún leggur sér alltaf í smiki. Já. Bara sefur. Já, ég reyndar held ég myndi aldrei ná því, en þú veist, þetta er alveg svona gæðastund líka, sko. Ég sammála. Hún er alveg bara slappar hann inn og bara, hún full í hárun hennar á meðan, sko. Mér finnst það fallegt. Það er líður greinlega svona vel hana. Hún getur bara... Sminkaðastaðan á Rúf er líka ansi kósi. Já, hún er svona samfélag, sko. Hún er það, sko. Hún er svona miðjan á húsinu. Dominos, bestu pítsur landsins í hvað, 40 ár? Já. Nei, það er ekki svo lengi, 35 ár. Ég ætla að segja bestu pítsur í heimum, sko. Já, botna meat and cheese, ég er þar. Ekki gleyma að fá okkur kjörís og það eru mjúkís pinnarnir. Djöfull eru þeir góður með þeir. Við erum búið heimkaup og þið bandið ykkur bara það sem viljið á heimkaup.is, þið fáið það ískalt og það er svona aðalega að tala bjór. Ég alveg tengi við það, sko. Og þetta er ekki sminkstólar, þetta er tannlæknastólar. Já. Það var það ekki, ég held að Ragnar Fossberg hafi eitthvað barist fyrir þessum stólum, sko. Já. Enda hvað eru sminkstólar? Þeir basically tannlæknastólar eða svona. En oft eru sminkstólar svona eins og bara hárgreiðslustofum eða svona, þið veitir, svona ekki svona þægilegir, þú getur ekki lagst í það. Já, svona háir. Já, svona það er ekkert fyrir hausinn, skilur. Nei, já. Það er lykilatriði. Já. Það er fyrir hausinn. Já, það vildi Ragnar, sko. En þú finnur líka þegar það vantar gæjana, þegar það er ekkert að taka hann af og þá bara það er ekki næst. Er Ragnar ennþá eitthvað að sminka á Rúf eða? Nei, hún er hætt á Rúf en hún er samt alltaf reglulega, þú veist, því hún er ennþá svo mikil stórstjarna, hún er fengin í alls konar verkefni sem eru kannski tekin að gerð upp á Rúf, þannig að hún kemur alltaf reglulega. Svona gerfa vesen. Já, og líka bara eitthvað þættir. Hún átti eins og eðlu, já, hún er eðlu og Fannar eiginlega. Er hún dáin? Já, það er eiginlega Fannar að kenna. Æ, hætti þessu. Býtu. Það var eitthvað partí á Rögnu og... Æ, og tókst það nú búrinu og glemdur henni. Nei, ég slökti á einhverju peru eða eitthvað. Nei. Óvart. Hún ofkeldist. Nei, hún ofkeldist ekki neitt. Það sloknaði bara perun í svona hálftíma eða eitthvað. Þú brust hana, peruna? Já, óvart. Ég var ekki að reyna að drepa eðluna en á Rögnu. Býtu, og fannst hún svo bara látin? Nei, þetta var... Jú, stuttu síðar, lest hún. Nei. Ben átti líka eðlu. Já, alveg eðlu. Iguana. Býtu, komstu með hana heim sjálfur eða? Nei, pappi, ég hef sagt sögu áður, sko. Pappi minnir að það verið þannig, hann skipti á þessari eðlu, hann fekk, hann átti Guðjónsson-treyjuna. Held ég sem pappi, Arnór Guðjónsson-treyjuna, síðustu landslið-treyjuna. Hann átti hana pappi. Öðrum manni langaði svo í þá treyju, en hann átti eðlu, þannig þið skiptu. Ég veit ekki alveg hvort ég myndi taka þeim til. Alls ekki. Hræðilegu dýll fyrir pappa. Mjög. Já, fáralegu dýll, bara já, eðla, bara svona stór eðla, bara... En var það svona áhuga maður skriðdýr eða? Nei, ég náði þessu aldrei ástæðinu, kannski bara því að hann vildi gefa okkur eitthvað gæludýr. Já. Það er svo fyndið eiga eðlu. Já, ekki bara einhver eðlu, hún bara svona meter, skilur við. Og svo dó hún á ofni, eða ekki? Hún ofhitnaði. Ofhitnaði á ofni. Já. Ok, en var hún ekkert svona býta, eða þú voru ekkert hrædd við hana? Eða? Nei, hún var ekkert að býta. Já, þannig séð, hún beiti einu svona í tanna á pappa mjög, bara svona randomly, sko. En annars var hún fekar spök bara og hékk einhvern veginn á öxlin á manni og... Ok. Þannig að þetta var bara fín eðla. Ég ætla hann að finna að mynda þessu. Elías. Elías? Aha. Já. Ég átti einu svona dvergkaninu sem hétt Mína. Dverghænu? Kaninu. Dvergkaninu? Já. Er það til? Svo voru alltaf að tína henni. Æjæj. Og svo endanum gaf mamma lækninum sínum hana. Hvernig atvikaðist það? Hann var búin að ganga í gegnum eitthvað erfiðan tíma og eitthvað. Gefa hann kaninuna bara? Já, mátti eiga þessa kaninu. Var hann ekki bara að losa sig við hann og þetta var sagan sem þú heyrðið sem krakki? Mjögulega, sko. En þú þú varst aldrei í Vestmannaeyjum svona ólst ekkert upp þar. Þú varst bara að heimsækja Vestmannaeyjar alltaf sem barn. Já. En elskar Vestmannaeyjar vantarlega. Það er bara svona draumastaður. Á pappin ekki bát eða eitthvað? Jú. Já. Eddubjörg. Heitir báturinn það? Já. Sko, mamma og pappi búa 50-50 í bænum og Vestmannaeyjum. Já.
Þannig þau eru rosa mikið þar, pabbi rosa mikið þar, en svo búa þau líka á móti okkur. Þannig að annarkvort eru þau þar eða í Vestmannaeyjum. Þið eru það mjög mikið þar bara. Já. Og þau eru svona, fyrir nokkrum árum þá minnkuðu við sig í bænum og stækkuðu við sig í Eyjum. Þannig að núna eiga þau bara sitt hús þar sem er pláss fyrir alla og allt geta komið og verið og eitthvað. Þannig að eiginlega bara leið og við getum farið, þá förum við. Já. En hvað er hann svona að gera á daginn? Bara... Pabbi? Já, bara eitthvað, smíða eitthvað? Hann fer í ræktina. Já. Mjög duglegur í ræktinni. Okay. Svo er hann bara eitthvað að hitta vini sína og svo er hann alltaf eitthvað, var forseti bæjarstjórnar þangað til bara núna. Já, alveg rétt. Þannig að hann er alltaf á einhverjum fundum og eitthvað, hafa skoðanir á einhverju og fara í IPVAF-leiki og bara svona eitthvað. Er ekki IPVAF ógst að lélegir núna? Nei, þeir eru geðveikir, þeir eru búin að vinna 4 leikir. Já, byrjuðu hræðilega. Þeir eru í efstu deild. Já. Ok, segi kannski ekki geðveikir, en þeir eru samt, við erum á skriði núna. Já. Þeir eru ekki að fara að falla? 7-13, ég held ekki, nei. Þegar ég fann myndin á Benna og Eðlunni, en þið Benni með Eðluna sína. Þetta er Benni. Ok, ég var fyrst að horfa bara, er þetta Benni? Má sjá mig? Já, þetta er ekki. Já, þetta er gallið. En hún er mjög svona... Stór. Grottarleg. Efnísk. Þetta er ekkert bara svona eitthvað, ég sá fyrir mér... Þetta er svona Galapagos eðla einhver. Þetta er alveg, þetta er svona advanced eðla. Þetta heitir iguana og þetta er bara flikki og það, veist, kallt blóð og eitthvað. Varstu dapur þegar hún dó? Nei, get ekki sagt það. Ég var eiginlega saman, sko. En pabbi og konunars voru mjög döpur, eðlilega, þetta var bara Elías litli, skilur við. Þú ert svona hundakona. Áttu ekki hund núna? Nei, það eru allir dánir núna. Og nú erum við eitthvað svona eigum að fara aftur af stað. Það var svo ótrúlega sorgmætt þegar þið dóu. Þannig að núna er ég svo hrædd við, þú veist, ég lifi svo stuttan tíma og eitthvað. En ég samt alveg svona mér eiginlega finnst, þú veist, það er svo gott fyrir börn að alast upp með dýrum. Ég ætla að segja það. Og ég veit að strákarnir mína langar svo mikið í hund. Hvernig hund myndir þú fá þér? Það er líka pínu, þú veist, maður svo hrættur maður fyrir sömu tegund og svo kemur kannski eitthvað sem er leiðilegur. Og hinn er órókslega skemmtilegir. Mér finnst það pínu svona áhætta. Áttu ekki labrador? Labrador og bison frís sem er svona eins og lítil lömb. Það er geggjutegund. Hún er svona ofnæmis, þú fær ekki ofnæmi hérna. Já, og bara svona ljúfir og svona dúllu raskut án þess að vera eitthvað svona allt of litlir. Myndir ekki vilja eiga Schäfer? Veit það. Er það vesen eða? Ég myndi að mér að sé svolítið vesen, já. Akkurru? Feldurinn og allt í hárum og eitthvað. Þurfa svona mikla svona. Það er allir að fá sér þetta. Mikla hreyfingu. Hafa ný dót. Við erum svolítið að hunda aldrinum, sko. Já. Svona hunda og skilnaðar aldrinum, sko. Já. Þannig að fólk að skilja eða fá sér hund. Já, eða fæ sér hund og skilur svo og þá ertu komin í blokkarípu og þú veist ekki hvað það gerir við hundin og eitthvað. Já, ég mitt. Ég meina, hvað á Ási vinn okkar? Hann er komið 5 hunda, held ég. Hann er hundasjúkur. Já. Hvernig hunda er hann með? Hann er með alls konar. Hann er með svona einhvern golden retriever og svo einhverjum svona litla og eitthvað svona alls konar. En þá þarfstu líka eiginlega að vera í húsi, sko. Já, en það má nú alltaf alveg vera Inga Sælandi búin að lifa það. Já. Það er þægilegra að þú ert með svona minni hunda. En það kannski, þó þú meigir það, þá ertu kannski ekki að fylla blokkaríbúða einhverjum resa hundum, svona kannski nágrannaðina vegna. En er meira, ég er ekki alveg uppi hunda, kann ekkert á hunda, er meira vesen að eiga hund heldur en að eiga barn? Maður heilt það? Nei, ég myndi nú ekki segja það. En það er svona öðruvísi. En svo, nú erum við að fara í útilegu helgina, þyrfti að taka hundin með, eða geta hann fara í pössun bara til þín, eða eitthvað? Þyrfti hann að þekkja þig? Nei. Nei, hann getur bara að fara hvert sem er. Já. Svo lengi sem hann er ekki eitthvað svona hundur sem hatar börn eða, þú veist, það er alveg þú veist. Sendir maður hund í pössun? Já. Ok. Já. Og það er líka til svona, hótel, hundahótel. Hundahótel? Ef þú ert að fara til útlanda, þá bara skuttlar hann á hótelið og hann er það bara í. En þú mátt ekki taka með þér hundin til tenni til dæmis? Nei. Nei, þá máttu ekki fara með hann tilbaka allavega strax. En ég sá hundum daginn í innanlandsflugi. Já. Hann kom bara með töskunum, bara í einhverjum kassa. Já, í svona búri. Ég hugsaði, greiði hundurinn. Já. En þetta ásamt að vera alltaf lægi fyrir þá. Og sumir er kannski vanir því. Já. En það er bara alveg bannað að taka með hund til útlanda. Nei. Þetta er vesen á Ísland. Þú veist, maður sér ofta maður í útlöndum. Þá er eitthvað svona litlir hundar í tösku. Ég veit það ekki. En hvað þarf hann að fara einhverja einangrun og eitthvað svona dót? Það er reyndar orðið held ég eitthvað minna mál en það var. En þetta er vesen, ógeðslega dýrt og
eitthvað. Já. Það var bara beta, já, ég mitt. En það er svo mikil svona hlýja og ást að hafa hund á heimilinu. Ég sé bara fyrir mig vesen, sko. Nei, þú veist, svo ferðu eitthvað upp í sófa og horfðu á sjónvarpið og hann kemur og er eitthvað svona, það er bara ást sem fylgir honum, þú veist, það er ekkert vesen, þú veist ekki að fara með hann í leikskólan. En ef maður lendir eins og þú borða. Já, nef hann er leiðilegur eins og þú sagði. Já, það er bras. En er það kannski bara uppeldisatriði, ég veit það ekki alveg. En hversu leiðilegur þarf hundur að vera til að vera leiðilegur? Þú veist, ef hann er að gelta svona hátt og mikið alltaf, já, þannig, já, svona óþólandi. Eða er til dæmis bara kannski ekki kélin. Ef hann er bara... Já. Vill ekkert með hafa. Þú veist, pappi er með hund, skilur, hún er ekkert kélin, en hún er bara svona róleg og, en hún er ekki leiðileg. Nei. En hún heldur ekki eitthvað drullu skemmtileg. En þetta er svona... Hún bara er. Bara venjuleg. Já. Ekki svona safe bet að fá sér golden retriever? Er þeir ekki alltaf bara... Já, það er svona skapgóður, svona eins og labradornir líka. Þeir eru svona ástríkir og svona... Það er að sinna þið mikið, það er að fara í marga göngutúra og borða bara 10 kíló á dag og svona. Svo er þetta allt dýrt, þú veist, þegar verða veikir og það fara með dýraspítala, það er alltaf bara 100 áskall. En ég var að hugsa því við erum núna með 3 börn og við vorum í útilegu seinstöðleiki líka og bíllinn var bara tróðfullur. Ég kem aldrei hund fyrir líka í bílnum. Já, hann þurfti líka að vera í búri í bílnum. Þetta er eiginlega bara, þetta er ekki hægt. Þú þarf bara skriðdrega. Þú þarf að fara í 3 barna útilegu og með hund. Eða fara með hann í pjössun. Já, ég man ekki það. En það er gaman fyrir hundin að fara í útilegu. Hlaupum og já. En hvað myndi hann sofa í útilegu? Var hann bara inn í tjaldinu með manni eða? Eða í bílnum. Já, má það? Já, bara skrúður hans niður og eitthvað, það ekki? Já, ég veit ekki. Ég hef aldrei farið í útilegu með hund, sko. Nei, ok. Ertu útilegu kona? Nei. Aldrei farið í útilegu? Nei, ekki við heldur. Ég var í fyrstu númer seinstöðleiki. Já. Fengum tjald hjá Víkuverk og bara af stað. Svona sem að pumpar upp tjald. Ég heyrði þetta og ég var ógeðslega spennt. Þetta er snildartjald, ég mæli með þessu. Þú bara pumpar upp á 4 stöðum og svo bara tjaldtælar og bara let's go, sko. En það sem ég er svo bugandi er eitthvað svona hnífapör og maturinn og hvað ætlar að skóla þetta, eitthvað svona vesen. Af því nú í fyrsta skipti er ég komin með smá svona löngund, þú veist, við erum bara á þessum aldri. Já, algjörlega. Það verður ógeðslega gaman að fara með strákana eitthvað og tengd og eitthvað svona, eitthvað gamla svona, eitthvað... Fellir, nei, ekki fellir, ég segi heldur hitt. Sem að opnast svona... Tjaldvagn. Nei. Það er tjaldvagn. Tjaldvagn, já. Þú veist, og mér finnst alveg skemmtileg tilhugsun að við förum bara eitthvað á stað og eitthvað svona. Ég mæli með þessu. En svo fyrir að hugsa bara, það er eitthvað grill, þú veist, eitthvað stólar, rúmföt, sæng, þetta allt, finnst þessu svo mikið vesen. Nei, þetta er ekki það mikið vesen. Og það er alltaf vaskar á flestum tjaldsvæðum. Þú bara vaskar upp, ekki taka of mikið af diskum og svona dótið með. En þú veist hversu vel þeir vaskar hreinsaðar til dæmis. Þeir eru komið spritt. Byrja það. Þú fór að taka bara eitthvað til þess að... En fyrstir þú vera svona, finnst þetta að vera svona, ég verð að gera þetta fyrir börnin mín, frekar en ég þarf þetta sjálf? Nei, ekki beint sko, því við erum alveg duglega að gera alls konar, þú veist, við erum einhvern veginn alltaf í Eyjum og tengdu að bústa í Grímsnesi og við erum alveg duglega að gera alls konar. Og ég ólst ekki upp við þetta, þú veist, og það er alltaf læg með mig þannig að segja sko. Já. En ég ímynda mér bara okkur myndi finnast þetta gaman. Þú væri flott í útilegum með þér. Já, með túli á kantinum og létt á því með spritbrúsan. En svo er ég þú veist, nú mikið myrkur, þú veist, fyrir sig eins og hálsás bara að sofa eða hvernig... Ég var með eins árs barn í svona útilegu, hann sofnaði bara mjög vel sko. Er myrkur eða? Já, það er ekki almyrkur innst, en það er alveg nóg myrkur, skilur. Það er alveg dimmt. En þú kannski búin að vera ala barn í myrkri svolítið, í svefni og svona, rútínu og dóti. Já, þú veist. Já, ég alveg reddast, en bara það er svo margar spurningar af því ég kann þetta ekki. Spurðu mig. Af því ég er ekki, þú veist. Hvað ætlum við þetta? Nei, bara eins og þetta með myrkrið. Prímus, það var eina sem ég glemdi. Og bara sofa allir í sama þarna eða með setja strákana þarna eða splittum við okkur upp á þá eitthvað bara svona. Svo er nýjasta tískan í dag, eða allavega hjá Vinnars Fannars, er að sofa ekki með dínu, sem vera bara á jörðinni. Það er svo holdt. Ómar gerir það. Já, alveg rétt. Hann sefur bara á gólfinu sko. Því við þurftum að gera það í seinstu útilegu. Því að við gátum ekki pumpað upp vindsængina. Það var ekki rafmagn í Þjórsárdal sem ég vissi ekki. Þannig að við sváum bara á grasinu, eða á dínunni óuppblásinni. Þannig að ég vaknaði smá svona En mér líður eins og maður þurfa að fara með svo mikið æðruleysi inn í þetta. Stundum fyrst mér svona alveg óþægilegt að vera í svona aðstæðan þar sem ég er eitthvað. Það er ekki einhvern veginn svona alltaf hreinu. En í verstafalli þá bara farið eftir heim sko. Já, það var líka einn að benda mér á að vera sniðugt að fara kannski bara Hveragerði
það tjaldstæði og bara við hliðina og bara sundlaugin og mathullin og bara ég get bara fara og keypt með kaffi ef ég eitthvað að fríka út yfir þessu. Það þetta góð pæling. Já, það var líka strákur sem nefndi þetta við mig það sem mjög vanur. Kannski svona til að byrja, áður en þú stórðin alveg bara. Já, við fórum bara í Þjórsárdal, ekkert rafmagn, ekkert. Já. Mikið af flugu. Það er kannski aðeins og mikið af flugu. Ég held ég meira stressuð kannski í þeim aðstæðum heldur en að njóta. Ertu svona öryggisfíkill eða? Nei, það ekki. Svolítið. Villi er svona, hann er svona eða ekki? Hann er út um allt. Já. Er hann handlæginn hann Villi eða? Nei. Nei, hann er það ekki. Er þú handlæginn? Nei, hvorug? En hann er samt sniður. Hann svona einhvern veginn finnur alltaf út úr öllu. Útsjónasamur. Já. Og hann er alinn upp við Útilegur. að vera í þessum tjaldvagni og það. Já. En það er kannski líka þess vegna í eitthvað svona, honum myndur okkur að finnst það gaman. Já. En ég meina, fer maður ekki til útlanda svolítið fyrir börnin? Við höfum farið til tenni núna 5 sinnum með eitthvað. Já. Maður er svolítið að gera fyrir þau að þú spurði fyrir börnin, Benni. En maður ekki gera ansi mikið út af börnunum. Jú, en þið langar alveg að fara til útlanda og verið hitta og fáið bjór. Já, og skiptum umhverfi og... Já, ég fekk samt svona í seinustu tenniferð þegar þetta er okkar seinasta. Ég fæ alltaf þá tilfinningu. Svo líður smá tími, þá er ég bara verður svo næs að fara sem þú lappa bara í morgumatinn og eitthvað. Ég með langar bara að sjá eitthvað annað. Við erum búin að fara 5 sinnum í röð. Já, en þetta er líka aldurinn. Þú veist, ég er búin að taka núna nokkur ár þar sem ég er eitthvað, nú förum við eitthvað annað. Svo byrja ég að skoða eitthvað Ítalíu og eitthvað og ég er alltaf að leita að hótelið þar sem er hótelið á Tenerife. Þú veist, það sem er bara, það er bara sundlaug og það er loftræsting og það er no pláss og það er matur og það er eitthvað í nágrenninu og eitthvað svona. Að því finnst einhvern veginn eins og ég myndi fara í hitt þegar þeir eru aðeins eldri. Þá er í lagi að vera einhvers staðar það sem þetta er eitthvað meira mál. Það sem ég þarf að ná í einhvern bíl og ég þarf að vera í búð og... En er það í boði mikið á Ítalíu? Þegar mér finnst að allir fara til Ítalíu og það fara bara í hús. Það er bara hús. Já. En þegar maður er með svona lítil börn, þá er ég eiginlega bara að sækjast í að þurfa ekki að skipta á rúminu sjálf eða setja uppþvottavél. Já. Hvaða hótel og tenni er þetta, veitni? Mástu hvað heitir? Við vorum síðast á H10 Já, ég er að tengja. Sem er ekki lengst heldur. Nei. H10, já. Það er svona bleikt einhvern veginn. Já, mitt. Og þar á undan vorum við á hótelinu sem að þið hafa líka verið á. Flamingo? Hvað heitir það? Nei. GF? Nei. Sem við vorum á með bláa hákallinum. Já, okkur er búin að glemma hvað heitir. Vímala Pinta. Og Vímala Pinta. Ég var bara þar á þessu ári sko. Geitin í leiknum. Þú veist, þetta er í aðra röndina hræðilegt en svo er þetta líka bara svo eitthvað heilalust. Kósí. Já. Já, við vöknum að vinna nóttina við sko stærsta kakkalaka sem ég séð inn á Hóvíma. Og Vala vildi... Þið voruð þarna á jarðhæðinni. Já. Og Vala vaknaði bara trillt og vildi bara ég myndi drepa hann. Já. Og fara strax á annað hótel. Nei, reyndar ekki. Við gerum það ekki. Hún hefur örugglega viljað það. En ég drap hann og hún var svo alveg sama því að ég var að drepa hann. Mér var stæðilega svona, Veistu, ég var svona með skó svona uppi hann og það ætlar ekki að fara eitthvað. Já. Svo byrjaði eitthvað að lemja hann og hann bara svona, dreftu mig. Það satt á maso. Og svo bara svona drap ég hann svona hægt og rólega. Kannski dó hann ekkert. Þeir eru náttúrulega harðir rassir, sko. Já. Fólki verður að flytja þetta með sér heim, opna ferðartösku og bara kemur kakkalaki. Þess vegna ertu aldrei með hann á gólfinu. Töskurnar? Já. Þú ætti að hafa hann upp á hann að gæjanum og loka. Já, mamma og pabbi lenti þessu bara fyrir 2 árum. Þá opnaði pabbi töskuna heima og bara skriðu 2 og bara hlupu inn í hús. En þetta er eitthvað í okkur bara því við erum ekki vönu þessu. Við leigðum okkur eins og íbúð á Tenerife og við komum inn og hún var bara mjög snirtileg og allt mér fínt eitthvað og svo bara kakkalaki. Ég bara, þetta er ekki lægi, ég bara sendi beint á fólki, bara heyrðu við sáum kakkalaka inn eitthvað. Þeir bara, Já, þeir eru allstað. Já, og bara það var eitthvað vandamál bara. Já. Ég veit að þetta er svo því við vorum í Ástralíu og við sáum hérna Huntsman's könguló sem er svona stór. Já. Og við tókum hana út af hótelinu og fórum með hana út og það var svona 14 ára stelpa með einhverju liftinu þegar við vorum að fara niður og við vorum bara frík út með einhverju köngul og hún hlóa á okkur sko. Já, alveg saman. Þetta er bara húsdýr hjá þeim. Já, bara svo hrossafluga. Já, þetta er bara allstaðar í öllum húsum. En erum við með eitthvað svona sem að fólk í útlöndum Við erum rosalega laus við pöddur sko. Lúsmíð er nú orðið svolítið kræft sko. Já, það er kannski þessi svona fluguþyrping allt í flugum. Mý bara. Já, bara eins og var í Þjórsárdal núna maður það bara með flugnanett og vera að grilla og bara fluguna upp í sig. Hvað með uppsilónin í mískí fannar? Mískí, ég myndi setja M-Y-S-K-Y Mískí og ég var bara að giska. Þetta var geðveikt Já, en ég hlakka til að fara út í lögu núna um helgina. Benni, þú kemur með
Nei, ég kem ekki með helgina en þú ætlar við ætlum að vera með þátt samt þess að ég á Akureyri í bústað og þú ert í útilegu einhvers staðar, eða ekki? Jú. Hvert ætlar þú að fara? Sko, þetta er svolítið erfitt af því að það á að vera sól á Suðurlandi en byrja að rigna seinnipartinn á laugardaginn og svo er það öfugt fyrir norðan sko. Þannig að annað hvort það er alltaf rigning á báðum stöðum það er bara viltu taka út rigninguna strax eða fá hana seinna. Ég held að fá hana seinna sem betra gisk eða þá kannski kemur hún ekki. Þannig að fara inn í sóluna, vona það besta. Þetta er líka stressfaktor í þessu útilegudæmi. Þess að það er að pæla í þessu eitthvað fyrir bústað, fyrir bara í bústað. Já, það verður einhvern veginn meður. Mér var samt svo gaman við að fara í Þjórsárdal að ég hef aldrei komið ángað. Bara sjá hann, lappað eitthvað með krökkunum. Sem er lígi sko, því að hann hefur komið með mér að veiða þarna. Og hann bara man ekki eftir því. Það er einhvern típisku fannar, hann bara er í einhverjum bíl og er á leiðin eitthvað, svo hann komin eitthvað og er bara þar og veit ekki hvað hann er. Þetta er samt Þjórsárdalurinn, þetta er bara the legend of Dalir sko. Ég hafði aldrei heyrt talað um þetta fyrir ég fór í útilegu sko. Ég veit ekkert svona fjöll eða hvað eitthvað heitir eða neitt. Ég fæ smá útrás fyrir þetta bara í landanum. Veist, allt í einu er komin eitthvað sem ég hefði aldrei farið ef ekki væri nema fyrir þetta. Og það er geðveikt sko. En fyrir landan varstu þá svona með á hreinu bara hvað þetta fell heitir og þessi vegur og nú er þessum dal og... Svona svolítið eftir ég held að vera mikið einhvern veginn á Suðurlandi til dæmis. Ég held að það komi líka með aldrinum þegar maður sko börninu fyrir að spurja það er svo vandralegt að veit ekki neitt. Ég veit ekki maður er að vera með eitthvað á hreinu. Það varstu meira svona og fuglar og eitthvað. Já, fuglarnir sko. Ég myndi ekki rata á Selfoss núna ef ég þyrfti að fara þangað, skilji. Nei, ég þyrfti að setja það í Google Maps. Ég myndi, að því ég ruggla svo ofta á beiginu hér hvort maður fari áfara með það skilti. Ég til dæmis oft ég fyrir austur, við kerum austur öll sumur. Þá fer ég svona 2 hringi í kringum Mývatn því ég gleyma að beygja hjá sjoppunni. Svo segir bara Mapsið bara halda áfram þannig að beygjan kemur, skilju. Það er bara, þá bætir maður bara við 2 tímum við að keyra austur sko. Var hann ansi háður þessum möpsum. En þú líka lærir ekkert á meðan sko. Já, það gerir mann heilalausan sko, algjörlega. Myndið til dæmis að rata til Akureyrar án Google Maps. Já, skiltin kannski myndi koma manni áfram með maður að vera í vesinni, en ég held nú ég rata alveg til Akureyrar. En eða mættið ekki nota skilti? Myndið þið rata það? Já. Það er nú eiginlega bara, þú beygir eiginlega aldrei. Nei, þetta er svolítið beinlega. Jú, það er ein svona beygja, annars heldur áfram eitthvað. Nei, ég held að bara sé basically ef þú ætlar til Ísafjarðar, þá tekur þú beygjuna en áfram bara til Akureyrar. Myndur rata til Ísafjarðar? Já, svo þarf þetta að beygja þarna hjá Laugar, Já, hann einhverjum drasli, manni hvað heitir? Ekki Blönduósi heldur hinnu. Talandi Vestmannaeyjar, okkur langaði svolítið að tjalda í Vestmannaeyjum. Er ekki Herjólfsdalurinn tjaldsvæði þegar það er ekki þjóðhátíð? Eða þú veist þarna, það er þarna fyrir ofan? Það er bara tjaldsvæði? Já. Og það geta neglaðir fyrir ofan sviðið, tjalda þar? Nei, hvað tjaldar maður í Vestmannaeyjum? Þú veist þarna á hægri hönd þegar þú veist að keyra inn í dalinn. Já, það sem að tjöldin eru bara á þjóðhátíð. Já. Svo bara á þjóðutíð, þú veist, þá er tekin hluti á golfvellinum sem er vinstra megin. Þannig að þá ertu líka þeim megin. Dalurinn það sem sviðið er. Svo tjaldsvæði þarna fyrir ofan, það sem fólk gerir sem er á þarna stóru, þarna. Já. Það var gaman að fara þangað í tjaldi. Já. Er ekki svolítið rokan alltaf? Er það mýta? Ekki inn í dalinn. Mér finnst alltaf þegar ég kemur til Vestmannaeyja, annarkvort vera rok eða svona láskíðað, dalalæða, eða svona ekki dalalæða, mér er bara láskíðað, svona þungt yfir. Ég held að smá smeykur líka að taka bílinn yfir til Eyja. Ég er ekki hræddu við það. Hann var að hræddu við það. Nei. Veitu hvað mennur, hræddu við það? Bara eitthvað hann sökk við eitthvað. Bílinn. Já, hittir ekki inn í bátinn. Já, það er mjög óþægilegt sko. Nei, það er ekkert óþægilegt. Er það dýrt það? Nei, þú náttúrulega ert alltaf að fara þangað. Er dýrt að taka eitt svona stóran bíl að neyfir eða? Svona hústjaldbíl? Venjulegan bíl? Já, bara bíl. Nei. Það er bara verðskráin á herjólu.is. Það er alltaf miklu ódýrar að fara bara sjálfur. Þú veist, nei, það kostar eitthvað 4.900. Eitthvað, þannig. Þú með þungan bíl. Svo ætlum alltaf fram og tilbaka. Það er ógeðslega gaman í Vestmannaeyjum. Það er svo gaman, það er svo sérstakt líka. Ég veit, það er 29 veitingastæðir í Vestmannaeyjum, vissir það? Það? Það tekur allt með, sjoppuna og Subway og allt rastlið. Það er líka geggjaðar veitingastæðir. Smá synda Gísli sé að loka. Skal viðurkenna það. En hann er ennþá með Næs. Já, Næs. Hann er með annan stað. Það kemur annar staðar í staðin fyrir gamla staðin. Nei, bara slippurinn var hér og Næs er á móti. Hann er búin að loka slippnum en Næs er hann þau gangi. Já. Við förum til Vestmannaeyja. Veit ekki með að tjálta það samt, sjáum til. Já. Edda Sif,
takk fyrir komuna. Já. Takk fyrir mig. Þú ert bara á fullu núna í HM, það er bara lífið þitt HM núna. En það fer að róast eða byrjar úrslitakeppnin, ekki? Jú. En mér finnst það alltaf líka smá sorglegt. Já, þetta sé að vera búið. Nú er þessi heim einhvern veginn og... Já. Verður það bara 1 leikur á dag þegar líður á mótið það? Já, þú veist, það verður komin eitthvað miklu lengra held ég. 8 liða. 2 eitthvað á dag, svona eitthvað 32 liða og eitthvað. Það er eiginlega ekki gott að spyrja mig um þetta, ég núna bara að taka dag fyrir dag. Ok, en hvenær úrslita leikurinn? 19. júlí. 19. júlí þá úrslit HM. Já. Og daginn eftir þá spilað silfur og brons eða? Nei, daginn áður. Já. Daginn eftir þá ég afmæli. Hver vinnur HM? Frakkar. Hver er markaðistur? Mbappé. Og hver meiðist? Illa. Nei, ég veit ekki hvað að spyrja. Það er eitt búinn að meiðast illa. Já, reyndar, það er hræðilegt að sjá það. Er eitthvað svona annað sem fólk er að betta á? Nei, það fólk er að betta á alls konar sko. Það er alltaf eitthvað svona eitt svona ólíklegur. Ghana endar í 3. seti. Já, sko, Suður Afríka var að komast áfram sem var eiginlega óvænt. Já. Já, þetta vildi ég heyra. Takk fyrir komuna. Gaman að fá þig. Bye bye. Bless.